þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn og nú hef ég fengið 2 góðar konur í sófann og þær eru frá miðöldum. Það eru þær Beate og Hadda. Velkomnar. Takk. Þið eruð aldeilis ekki í hversdagsfötunum ykkar. Þið eru búin að klæða ykkur upp á að því að miðaldadagar á Gásum eru að nálgast. Já. Er ykkur heitt? Já. Það er frekar heitt hérna. Það verður að segjast. Já, mátt fá þig kalt vatn eða átt að kafna. Já, takk. En mér langar svo að heyra aðeins miðaldadagana. Þarna bara lifnar við þorp frá miðöldum, hérna út með firðinum í Eyjafirði og maður getur bara komið, borgað sig inn helgina og verið í einu leikriti bara í 2-3 daga. Er það ekki? Já, og hver vill það ekki? Og hver vill það ekki? Já, og þar er þetta að sjá náttúrulega bara allt mögulegt. Við erum að reyna að endurskapa það sem við erum að reyna að gera. Við erum að reyna að endurskapa hvernig líf var á Gásum, á þessum verslunarstað Gásum. Þetta var ekki búsetustaður, þetta var verslunarstaður. Þannig að þar erum við að reyna að endurgera þetta þorp og við náttúrulega erum að leika okkur í þessu leikriti að hvað gerðu fólk á miðöldum. Já. Þetta hlýtur að kræfjast mikil grúsks. Þeir eru búin að stúdera, þú veist, fötin og hvað var fólk að borða, hvað var fólk að gera. Og þetta allt einhvern veginn til sýnis þarna, er það ekki? Já. Þú getur farið og spilað einhvern gamlan fótbolta með einhverjum skrýtnum bolta. Jú, við kallum þetta knattleik, sko. Knattleikur, já. Og það er mjög skemmtilegt. Og það eru helst krakkarnir og kallarnir sem eru meira í því. Já. Konurnar hefur verið minna í því, en það er líka, það var náttúrulega mjög mikið svona kvenna og kalla. Kynjaskipt hlutverk. Þetta var ekkert jafnrétti, held ég var stutt komið á miðöldum. Já. Ég býst við því. Væntanlega, við vitum það svo sem ekki hvað margar konur voru í knattleik. En voru þær ekki samt alveg svona bústýrur og svolítið skörungar á þessum tíma, heldur við það ekki alveg? Þær höfðu lyklana og höfðu lyklavöldin og þau völd voru mikil og miklu meiri heldur en við kannski áttum okkur á í dag. Já, og að vera með sko matinn, þú veist að geta deilt út matnum, hlýtur að hafa verið dálítið. Þær höfðu lyklana matabúrinu og það fór engin annar þar inn, sko. Nei. Og þið eru búin að komast að eitthvað fólk borðaði. Það var náttúrulega kjötsúpa, hún verður þarna á boðstólum, eða hvað? Já, náttúrulega fornleifafræðin kannski hefur ekki fundið út nákvæmlega. Það sem fornleifafræðingarnir, því að við erum að reyna að gera þetta svolítið rétt. Já. Við erum að reyna að nota minna fantasíu, en auðvitað er heilmikil svona fantasíu miðaldir á Gásum. En við reynum svona að fara eftir fræðum og erum að skoða svolítið hvað fornleifafræðingar hefur fundið út. Og þeir vilja meina að á Gásum hefur verið ríkt fólk. Okay. Og þegar það finnist bein í jörðu af dýrum, þá er það bestu partarnir. Þannig að bara borða bestu sneiðanir og nautinu og bara, en við svo sem ætlum ekki að slátra hann inn stórgripum og þannig að það er kjötsúpa. En er þetta þá ekki svolítið svona ríkmannlegu búningur sem þú ert í, Beate? Myndur þú segja það? Þetta er engin vinnukonu búningur? Jú, ég held nú kannski að vefnaðin á þessu séu svolítið fín, sko. Já. Þú ert í aðeins grófara þetta. Þetta er vaðmáli nákvæmlega eftirlíking af vaðmálinu sem var ofið á Gásum, eða á miðöldum eða frá landnámi. Þetta er frá Grágás. Þannig þetta er gjaldvaðmál eins og það var ofið þegar það var gjaldvaðmál. Þannig þetta er ekta. Og þetta náttúrulega er kannski þá svolítið skemmtilegt og þetta er gjaldmiðlinn, það sem skipin komu siglandi á sér með erlendar vörur af því á Gásum var hægt að kaupa brennistein og skreið og fálkar og ýmislegt svona og komuðu með svona dýran evrópskan varning og ég hugsa að þetta myndi kannski vera svona þetta er kannski frekar innflutt vara og var borgað með þessa vöru. Þetta er alveg magnað. Það er náttúrulega alveg magnað. Og svo þarna þessa helgi, þá er þetta að upplifa meira. Verður einhver aftaka í ár? Ég sá að það var gapastokkur þarna árið. Já, sko, það hefur verið högg við hendur vegna þjófnaður og það er náttúrulega bara svona sem verður að gera, sko. Ég meina, sko, menn þurfa að vera góð, sko. Já. Er einhver leikari sem fórnar sér í það, sem sagt, það hlutverk að missa hendur? Já. Það verður blóði úthelt. Og menn eru settir í gapastokk þó þessi deildar meiningar þetta hvort gapastokkin er réttur eða ekki. Ég hef heyrt að menn eru ekki sáttur við gapastokk á Gásum af því að þetta er ekki rétt. En svo eru aðrir heimildir segja kannski var gapastokkur. Þannig að okkur finnst nú gapastokkin skemmtilegur og gaman að sjá einhver settir í gapastokkin þegar hann sko á það skilið. Þetta er svolítið eins og skammakrókurinn. Þetta er mikil skammakrókur, sko. Þetta er mjög gróf, sko, skammakrókur. Ég held við ættum að taka þetta upp. Við getum lánað Akureyrarbæ gapastokk að hafa á torginu. Já. Þetta er góð hugmynd. Nema á Gásahátíðin, þá náttúrulega verðum við að nota hann sjálf. Og hvað fleira á fólk vona á að sjá á Gásum? Er það vefnaður í gangi?
Það er kljástunuverstaðurinn. Þetta allt saman, er það búið til þetta? Það er Hrefna Harðar og vinkonunnar. Sem heitir eitthvað. Já, við finnum út úr því. Já, við finnum út úr því. Þær eru í keramíkinu. Já. Þær eru að búa til þetta Caroline heitir hún það. Caroline. Já. Þetta er svona svipað því sem að var á þessum tíma. Já. Það er alveg að finna það. Þær eru að búa til allavegana könnur og krúsir. Já. Þetta er að vísu frá... Þetta er þýskt. Þýskt? Já. En þær eru að búa til líka svona allavegana. Þetta keyptum við fyrst. Svo fóru þær að gera sjálfar. Og þetta er líka hægt að kaupa á Gásum, svona. Þú kaupir súpuna í skál. Og þú svo getur keypt þetta allt saman og farið með þetta heim. Og þetta er merkt alveg Gásar. Já, og svo er náttúrulega stórkostlegt að þetta sé made in Akureyri, sko. Þetta er sko ekki made in Kína. Nei. Þetta er sko alvöru. Svo er líka hægt að kaupa skeiðar. Til að borða með, þá ertu ekki að borða úr einhverju sem passar ekki við tímann, sko. Rosa gaman að borða með svona. Þetta er líka búið til að miðalda fólk á Gásum, svona sagt. Fólkið á bak við Gása, er það handraðin eða er það miklu fleiri og stærri hópur? Hvernig? Ekki stærri hópur. Það er náttúrulega... Nei, þetta er við erum með lítil svona hliðardeild. Undir handraðin, undir reglífin er miðalda hópur. Já. Það er handraðin deilist í laufasópin og miðalda hópin og sumir eru í báðum hópunum en sumir skipta sér í sinkhotn og já, þannig virkar þetta. Þannig virkar. Og hvað eru margir svona upp á klæddir, haldið þið? Hafið ykkur að töla því? Allir. Ég talaði við Harald í morgun á safninu og hann taldi að þetta myndi verða jafnvel metár í þáttaka og fólk í búning og við höfum nú náð 100 miðaldafólk og ef þetta á að vera met þá fer þetta yfir 100. Meir en 100 manna leiksýning. Já, meir en 100 manna leiksýning, það er stór leiksýning. Og er þetta þannig að ef þú átt búning þá getur þú verið með eða er einhver leikstjóri sem er að skipa í hlutverk eða eru til búningar eða hvernig gerir þetta? Sko, að mestu verður fólk sjálf að koma sér upp fatnað. En það er til einhver svona pínulítil búninga geimsla eða hvað að segja, sem er hægt að fá lána búning í. En maður vil virkilega koma og vera með. Já, og líka ef maður vill prófa 1 ár. Annars svo erum við að hittast einu sinni í viku, svolítinn hópur, það sem allan veturinn hittast við einu sinni í viku, alltaf á þriðjudagskvöldum. Og saumum og betrum bætum búningar og svoleiðis. Þannig að þetta er náttúrulega bara svolítið lífstíll og þetta er áhugamál og þetta er svona svolítið stórt hobby að stunda þetta. En það er náttúrulega, þetta er ansið margt í svona búningi, það þarf að sauma sér skór og bara sauma svona skór er náttúrulega bara Þetta er töluvert verk. Dálítið verk sko, en svo er það með allt annað. Þegar maður kann það, þá er það ekki svo mikið mál. Það lærist. En þetta er náttúrulega smart. Og úr hverju er þetta, til dæmis? Hvaða leður er þetta? Leður, bara nautsleður. Nautsleður. Það er náttúrulega líka, á Gásum náttúrulega er maður að upplifa sögu, ekki satt? Þetta er náttúrulega rosaleg svona sögubrunnur af því að við reynum líka að fara svolítið eftir staðreyndum. En byrju sauðskinsskór, var það ekki líka? Nei, það er nefnilega málið. Maður spyr sig, af hverju voru menn með sauðskinsskór fyrir 120 árum síðan? Ef að nautsleður er miklu sterkara? Já, ef það er miklu sterkari. Og hugmyndin bak við það er á Gásum, á þessum tíma sem við erum ekki á einu myrkumiðöldum. Við erum á þegar skipin Hansakaupmenninu komu siglandi til Íslands. Og ég hélt nú kannski, já, ætla það komi kannski 1 skip á sumri eða eitthvað. En svo les maður Snorra Sturlunga sögu, sem sagt. Og þá er talað alltaf 6 skip í einu liggjandi utan við Gásum. Nei, ókei. Og við erum eitthvað var að kvarta yfir 3 skemmtiferðarskipum. 6 kaupskip. En þeir voru bara náttúrulega ekki með olíu, veist. Þetta var bara vind, segl og árar. Það verður að fara að gera þetta skemmtiferðarskipin. En málið var náttúrulega að það var Íslendingar átti efni sem Evrópubúar vildi. Hvað var það? Það var náttúrulega, þeir voru með fallbyssunar, stóru fallbyssunar niður í Evrópu og vantaði púður til að geta kveikt í það. Og Íslendingar áttu brennistein. Við áttum enga fallbyssu, þannig að við hreinsuðum brennisteinin og gáttu selt það í púðurgerð í Evrópu. Þannig að við vorum að kynda undir sko stríðin niður í Evrópu. En svo fóru menn að flytja brennisteinin frá Sikiley og eitthvað svona og þá kannski hefjast þessar myrku miðaldir. Þannig að það var ekkert svo mikið, það var ekkert svona business lengur. Fálkanir var líka stór útflutningsvara því að íslenskir fálkar eru með stærsta. Kóngar vildu eiga fálka sem gjöfudýr. En þá, en með skóna sko, þá þetta er svona spurning sem ég hef verið að velta fyrir mig. Af hverju
erum við í sausinskóm og væntanlega það að við erum ekki að súta eins og var gert úti. Við erum með minna efni, við erum meira með ráskinn, þannig að það hefur einhverja hluta vegna þá hefur það verið kannski fljótlegra að gera þá því að við slitum þeim, en svo vorum við líka með þessa skó. Já, þetta er ekki bara leppar í skó, nei. Nei, þetta eru skór sem voru á grafnir upp í Munkaþverá hérna og þeir eru á Þjóðminjasafninu og þetta er nákvæm eftirlíking af þeim. Vefnaðurinn líka er eins. Vefnaðurinn er nákvæm eftirlíking og líka það sauma með handspunni togi. Þannig að þetta getur ekki verið meira líkt. Og þeir eru líka til á skóum. En er þetta ekki bara inniskór? Og þetta hafa verið, býtu, svo æst, að ég er búin að nota þessa skó á Gásum, eiginlega bara, og öll þessi ár. Og þeir eru fyrst að byrja að slitna núna. Að vísu er ég þarna bara 3 daga. En á þeim tíma þá vorum við ekki að labba á malbyggi eða brotnu grjóti. Við vorum að labba á grasi og mold og þessir skór eru aldrei sleipir eins og sauðsskónir í dögginni á mótnana og í snjónum eða í rigningu. Þeir eru alltaf hlýir og þeir eru miklu endingabetri heldur en róðskónir. Þannig ég tel að þessi skór hafi verið notaði miklu meira heldur en við áttum okkur á eða það hefur náttúrulega engin verið að pæla kannski í þessu eða rannsaka þetta. En við síðan taka við snjóskónir sem eru prjónaðir og þar alveg hverfur þetta bara og þetta er bara eitthvað sem að enginn eiginlega er eitthvað velt. Þetta er bara gleymt. Nema því þú mundir þetta. Nema já, vegna þess að genin í mér mundu þetta. En þetta eru mjög þægilegir skór og gott að vera í þeim og hlýir. Líka fyrir þá sem að klæjar undan og lopa? Þú klæjar ekki á fótunum? Nei, þú klæjar ekki, nei. Það sigg á fótunum. En þetta, ég er alveg handvissum að þetta hefur verið notað miklu meira heldur en. Auðvitað, maður átti vaðmál og maður átti ekki leður, auðvitað gerði maður sér skór, þetta er miklu betur en berfætt náttúrulega. Þetta er miklu betur en berfætt og miklu betra en róðskotnir, það er alveg örugt. En svo er líka bara eins og í Noregi að þar gengur fólk í þæfðum skóm á veturnar þegar það er þurr snjór. Að þá blotna þeir ekki, þeir eru bara, og þeir eru miklu hlýrri heldur en nútíma kuldaskór. Við höfum prófað það. Já, við höfum prófað, ég ásverið. Er þetta eitthvað svona sem þið getið séð fyrir ykkur að fara að framleiða og selja og bara búið til peninga á? Já, ég hef selt þessa, en þetta er náttúrulega handgert. Þeir kosta. Og ef maður ætlar að búa til pening úr því, þá kostar það svolítið. En ég meina, hvaða verðmiða myndur þú setja á þessa skó? Sko, ef ég myndi ætla svona ef ég væri já, við skulum bara ekki ræða það. Það er ekki hægt að reikna það út. Nei, það er ekki hægt að reikna vinnuna og setja þessi verðmiða á. Já, því að maður ætlar að gera þetta svona ekta, en auðvitað ef ég gerir það úr efni sem ég kaupi, þá er það allt í lagi, þá getur maður, og ég hef gert það fyrir barnabörnin mín, þá eru þeir í svona skóm á Gásum. En ég hef selt þessa á 6.000, en það er 10.000, það er 10 ára gamalt verð. En það er miðaldaverð. En já. Svo er eitthvað fleira hérna, eru þið að fara, þetta er pipar eða hvað? Já, og af hverju er pipar þessu? Hvað er að gera með pipar hérna? Já, það er nefnilega, þetta er nýjasta tíska í kryddi á Íslandi á þessum tíma. Í alvöru? Piparinn kom til Íslands. Svartur meira sér. Og við erum að kynna fyrir fólkið svona svartur pipar. Hugsaðu þér. Þetta er nýnæmi. Að hafa aldrei átt pipar og svo allt í einu færðu pipar til að krydda súpuna eða kjötstykki. Vá. Svona getur maður fræðst á Gásum. Þetta er búin að koma að stað með lestri bóka. Svolítið grúski. Svo tók ég nú með hérna af því að, hvað maður segja, hérna Skotanir eru frægir, skoski kallmenn eru frægir fyrir kiltin sín og hvað eru þeir í undir eða ekki, sko. Þetta er alltaf þessi spenna, sko. Mér finnst þú kallmenninir og Gásum líka svolítið spennandi, sko, af því að þau eru ekki í buxur. Nei, þeir eru í kirtlum eða kjólum. Kallmenn eru í langhosur. Þetta sem sagt eru, ég veit ekki hvort þið sjáðu þetta. Sjáðu þið hérna, þetta eru sem sagt, og þetta bara vöðlur. Já, þetta eru eins og vöðlur, einmitt. Þetta eru eins og vöðlur. Þannig að hér er engin brók. Svo eru þeir í svona sexy nærbuxur hérna með, sko.
Þannig að þarna svona, láttu það rætt fyrir. Já, svona aftur fyrir, svona. Þarna. Ef maður lyftir upp kirtilinn hjá karlmanni, þá blasir við svona fallegi langhosur. Þetta er mjög einkennandi fyrir miðalda. Og þetta er bara líka að vera alveg vissum með því að lesa einhverja bækur. Já, þetta finnst í fornleifa uppgreftur. Svo er náttúrulega hitt sem er einkennisklæðnaði miðalda, sem gerir miðaldaklæðnað svo flott og það eru þessar hettur, strúthettunar. Þetta er þetta strúturinn og því lengri því flottara. Menn voru sko að hugsa tísku á þessum tíma. Já, greinilega. Og bara hærri hælar og lengri strút, þú veist. Og meiri sé að var það þannig að það voru gerð lög, konungur gerði lög um lengdina. Já, kirkjan. Var það kirkjan sem gerði lög? En dinglaði þetta bara niður eða þjónaði þetta einhverju hlutverki? Nei, þetta er bara hégómi. En þetta var hægt að nota þetta til að reyma hettan betra að þessi, sko. En þeir telja að þetta hafi verið hégómi og því lengri því flott. Þess vegna gerði þessi lög að það mætti ekki vera lengri en þetta var hættulegt í umferðinu og svona fengt steig á þetta og alls konar. Og kirkjan þótti þetta of svona spjótrungslegt. En einhverju geymdu pening í þessu líka? Já, það er talið í strútnum. Það var hægt að setja pening í strútin. Og svo er hérna eitt plagg í viðbót, hvað er það? Já, hérna er nú bara falleg kápa sem ég var svo heppin að fá svona hérna handofið efni á henni vinkonu mín og gerði þessa miðalda kápu. Hún er bara svo falleg, ég var að taka hana með því hún er svo falleg, sko. Hún er guðdómleg. Þetta er sett í jurtalita. Þetta er jurtalita og þetta er saumað nákvæm eftirlíking eftir uppgreftir frá Grænlandi þegar Íslendingarnir voru þar. Og hún getur ekki verið nákvæmari í eftirlíkingu eins og þessi. Það er greinilega margt spennandi framöndan á Gásum. Þetta er helgin núna, 13. til 15. Nei, 20. til 22. Já, það er svo helgi. Og maður getur borgað sig inn einu sinni en komið eins oft og maður vill, komið og farið. Borgar eitt gjald, 1600 fyrir fullorðinn, helmingi fyrir 16 ára og svo þau sem eru minni en miðaldasverð, þau borga ekkert. Minni en miðaldasverð? Já, það er sverð á staðnum og ef þú, og ég meina, það er komin frá... Frítt fyrir kríli. Já, frítt fyrir kríli, eða menn sem kappar af fætur og svona, það má nota svo leys ef menn vilja, sko. Já, þetta beita ýmsum brögðum. Miðaldir eru svona svolítið gróft, sko. Og síðan verður nýtt í ár, það verður leiðsögn tilgátusvæði. Þannig að ef menn eru feimnir við að fara að tala beint við miðaldafólki, þá er alltaf elta mann sem svona segir, nú er þessi að gera þetta og sjáðu hvað hún er að gera í rauninni, af því að það er margt sem maður sér ekki nema maður fær kannski ábending því að það er mjög margt í gangi. Það er mjög margt í gangi þetta. Spennandi. Og veðrið verður okkur hliðholt, haldið ekki? Þetta er svolítið svona, hvað segja þetta svæði þarna Gásum er svona náttúruperla og þetta er svo skrítið hvað það er veðursælt þarna niður á svæðinu. Þó þetta sé alveg niður sjó, þá hef ég oft upplifað sko að það er mjög veðursælt þó það sé hafgola kannski inni í firðinum. þá er kannski bara frekar lokn á Gásum. Og þó að það hefur verið stundum súld og annað, þá einhvern veginn er þetta allt í lagi. Það er fólk kemur og okkur er ekki kalt. Það var líka þannig veður á miðöldum. Þannig að ég skora á fólk að koma, jafnvel þó að veðurspáin sé ekki bóngóblíða, af því í bóngóblíða getur orðið frekar heitt. En þá eru miðaldafólk kannski svolítið léttklædd og það getur spennandi. Kærar þakkir fyrir komuna, Helga og Hadda. Nei, Beate og Hadda ætlaði að segja. Og við sjáumst á Gásum. Takk fyrir.